Komið sæl, ég heiti Óli Björn Kárason og þetta hlaðvarpsþáttur minn sem auðvitað alltaf til hægri. Það eðlilegt að Ársæll Guðmundsson, fráfarandi skólameistari Borgarholtsskóla, líti svo á að honum hafi verið vikið úr starfi með ákvörðun mennta- og barnamálaráðherra að auglýsa stöðu hans sem skólameistara. Hafi vilji Guðmundar Inga Kristinssonar mennta- og barnamálaráðherra staðið til þess að nýta áfram starfskrafta eins reynslumesta og farsælasta skólastjóra framhaldsskóla á Íslandi, hefði hann aldrei tekið ákvörðun að auglýsa stöðuna. Skipunartími Ársæls rennur út á komandi sumri og hann hefði endurnýjað sjálfkrafa til 5 ára ef ekki hefði verið fyrir ákvörðun ráðherra. Ársæll Guðmundsson var boðaður á fundi í menntamálaráðuneytinu í síðustu viku en þessi þáttur tekin upp 4. desember, þar sem honum var afhent bréf þess efnis að ráðherra ætli sér að auglýsa stöðu skólameistara Borgarholtsskóla. Ráðherra var ekki á fundinum, heldur aðstofamaður hans og fyrrum varaformaður Samfylkingarinnar. Í viðtali við Fréttastofu ríkisins sagði Ársæll meðal annars þetta, orðrétt: Ég hef starfað með mjög mörgum ráðherrum og átt í nánu samstarfi við ráðamenn yfir höfuð á mínum ferli frá 1984. En ég hef bara aldrei í 40 ár kynnst svona, að manni líður bara eins og ef maður þegi ekki, fái maður það í bakið. Ég tel rétt að alþjóð viti þessar áhyggjur og þetta verði tekið til umræður. Viljum við þetta? Viljum við svona þjóðfélag? Ársæll sjálfur ekki nokkrum vafa að ráðherra vilji losna við hann vegna 2 mála. Annars vegar vegna skómálsins svokallaða og hins vegar vegna gagnrýni Ársæls á fyrirætlanir ráðherra að breyta stjórnskipulagi framhaldsskóla, meðal annars með því að taka alla fjármálastjórn og mannúðstjórn frá framhaldsskólunum sjálfum og setja í einhvers konar miðlægar skrifstofur eða stofnanir. Þegar forsaga þessa máls alls höfð í huga illa hægt að komast að annarri niðurstöðu en að baki ákvörðun ráðherra sé hefndaraðgerð gagnvart farsælum skólastjórnanda, misnotkun og pólitísku valdi til að koma þeim frá sem ráðherra og félögum hans í flokki fólksins ekki þóknanlegur. Í bakgrunni Borgarholtsskóli, þar sem eru 1300 nemendur. Starfsmenn eru yfir 140. Ársæll hefur verið skólameistari frá 2016 og sá 4. í röðinni frá stofnun hans 1995. Borgarholtsskóli einn af öflugustu framhaldsskólum landsins og framarlega í nýsköpun í skólastarfi. Nýsköpun hvers konar, ekki síst í samvinnu við atvinnulífið. Skólinn hefur verið til fyrirmyndar þegar kemur að fjármálum, hefur aldrei farið fram úr fjárheimildum, að minnsta kosti ekki í tíð fráfarandi skólameistara. Í ytra mati sem unnið var fyrir menntamálaráðuneytið árið 2023 kemur fram að samskipti nemenda og kennara séu góð. Þannig sögðu tæplega 90% nýnema að kennarar skólans væru almennt sanngjarnir og jákvæðir. Erlent samstarf fastur liður í skólastarfinu og skólinn Erasmus vottaður. Samskipti við atvinnulífið mikil. Í máli stjórnenda skólans kom fram að skólabragurinn einkennist af jákvæðu og hlýju viðmóti, væntumþykju og virðingu og fjölbreyttu námsframboði. Áhersla á að Borgarholtsskóli sé einn skóli þrátt fyrir ólík svið innan hans. Mikil fjölbreytni í nemendahópnum, hér pláss fyrir alla, sagt, og áhersla lögð á nýsköpun. Hjá starfsfólki kom fram að skólabragurinn og líðan innan skólans væri góð, umburðarlyndi væri ríkjandi, léttleiki meðal starfsfólks, orðræðan jákvæð og góður
vinnustæður. Hjá nemendum kom fram að Borgarholtsskóli væri skemmtilegur, þægilegur og góður skóli. Félagslíf í skólanum öflugt. Þegar ytra mat á starfi Borgarholtsskóla lesið kemur það ekki á óvart að fráfarandi skólanefnd stígi fram, lýsi yfir stuðningi við skólameistarann og hvetji ráðherra til að endurskoða ákvörðun sína. Þau segja í yfirlýsingu undirrituð störfuðu með Ársæli Guðmundsssyni skólameistari í skólanefnd Borgarholtsskóla síðastliðin 4 ár. Það fer ekki fram hjá neinum að þar á ferðinni mikill skólamaður og baráttumaður fyrir íslenskt menntakerfi. Ársæll hefur unnið á vettvangi menntamála í hartnær 40 ár og víða lagt hönd á plóg. Ákvörðun ráðherrans kemur okkur í opna skjöldu. Ákvörðun sem tekin án aðdraganda og án þess að röksemdir fylgi ákvörðunni. Ráðherra ætlar að auglýsa embættið og neitar þar með að framleggja starfssamning Ársæls þvert á það sem hefur viðgengist á þessum vettvangi. Og tilvitnun lýkur. Ásta Laufey Aðalsteinsdóttir aðstoð skólameistari skólans segir í samtali við MBL að brotthvarf Ársæls sé reiðarslag fyrir skólan sem heild. Starfsmenn hans eru ósáttir við stöðuna. Þetta sjokk fyrir allt starfsfólk skólans, segir Ásta Laufey. Og aðdragandanum. Í janúar síðastliðnum hringdi Inga Sæland félags- og húsnæðisráðherra og formaður Flokks fólksins í Ársæl vegna týns skópars, barnabarns hennar í Borgarholtsskóla. Samkvæmt frásögnum fjölmiðla hélt hún sér yfir skólameistarann og vísaði til áhrifa sinna gagnvart lögreglunni en síðar komu skórnir raunar í leitirnar. Inga Sæland brást illa við 27. janúar þegar fréttakona Stöðvar 2 Vísis spurði hana út í þetta umrætta símtal. Hlustum. Þetta stuttar lokum sem varðar símtal þitt við skólastjóri í Borgarholtsskóla sem að mér skilst varðar mál sem tengist barnabarnið þínu. Finnst þér slíkt viðeigandi að hlutast til með þeim hætti? Hvað ertu að tala? Ég er að tala símtal sem mér skilst að nú er þetta frétt sem að er í vinnslu hjá kollega mínum. Ég ætlaði bara að bjóða þér að bregðast við því. Áttur þetta símtal? Veistu það, þetta er eitthvað það furðulegasta sem ég hef bara nokkuð tíma lent í. Ef að amma eða afi eða pabbi eða mamma talar við einhvern út í bæ, kemur ykkur það við í alvöru tala? Ég bara frábýð mér svona fréttamennsku, algjörlega, og þið með skrifa það sem þið viljið. Það hefur aldrei nokkuð tíman verið rætt við mig eitt eða neitt slíkt og ég bara gjörsamlega frábýð mér svona, algjörlega. Það voru því komið á framfæri. Takk. En það var aðeins annað hljóð komið Ingu Sæland daginn eftir í viðtali við fréttastofu ríkisins. Aðeins yfir þetta símamál, verðum nú að spyrja út í það. Hvað nákvæmlega gerðist þarna? Hvað nákvæmlega gerðist? Í 2 manna tali? Ég myndi nú bara einfallega að segja það sem ég myndi vilja segja er að Inga vildi nú gjarnan fá að halda áfram vera sem mest af sér sjálfri. Var þarna svolítið hvatvís og kannski ekki alveg komin í ráðherrann sem ég er. Þannig að amman hefði kannski átt að telja upp á 86 áður nú tók upp síman. En ég myndi nú segja að þetta hafa nú verið, fljótfærni og verður ekki endurtekin í því formi. Þannig að ég mun bara biðja þennan góða mann afsökunar ef honum hefur liðið eitthvað skringilega með það að ég hringdi því að ég var að hringja sem Inga amma. En maður áttar sig ekki strax á því þegar maður er komin í nýjan veruleika en auðvitað fylgir því mikil ábyrgð að vera komin í þá stöðu sem ég er komin í dag og ég ætla mér að axla hana með bros og vör. Þess ber að geta að Inga Sæland hefur aldrei beðið Ársæl beint afsökunar á framkomu sinni aðeins þetta sem hún sagði í viðtali við fréttastofu ríkisins. Ekki verður annað séð en Ársæll Guðmundsson hafi brugðist fagmannlega við erfiðu símtali við Ingu Sæland. Hann skráði símtalið í skjalakerfi skólans og upplýsti starfsfólk efnisatriði þess meðal annars til að vernda skólan og starfsmenn ef síðar kæmi til ágreinings.
Þegar fjölmiðlar fengu veður af símtalinu, neitaði hann að tjá sig með nokkrum hætti. Það gerði hann ekki fyrr en ákvörðun Guðmundar Inga lá fyrir. Þá taldi hann sig knúinn til þess að upplýsa efni símtalsins og í samtali við Morgunblaðinu, og það 11 mánuðum eftir símtalið, lýsir hann Ársæll símtalinu með þessum hætti. Inga hringdi í janúar. Ég fekk bara símann frá skiptiborðinu og hún var ekki í neinu jafnvægi. Hún byrjaði strax að hella sig yfir mig, ákaflega reið og bókstaflega öskraði í símann að það væri búið að stela glænýjum Nike-skóm af barnabarninu. Hún krafðist þess að vita hvernig á því stæði að starfsfólki væri ekki búið að finna skóna, hvort það væru letihaugar sem ekki nenntu að vinna vinnuna sína. Ég sagði henni að það væri allt í vinnslu. Það týndu stundum skór á stóru heimili og svona. Við það varð hún enn næstari og skipaði mér að hunskast til þess að fara að finna skóna. Og spurði svo, þarf ég virkilega að fara með þetta til lögreglunar? Ég svaraði að ef hún teldi að þjófna væri að ræða, væri það kostur í stöðuðinni, og hún svaraði, já, ef þessi nemendur þínir bara þjófar, bara ganga stelandi og þú gerir ekkert í því. Mér blöskaraði talsmátan og sagði henni endilega að kæra málið til lögreglu. Það veri sennilega rétti farvegurinn. Og þá sagði hún þessa fleygu setningu við mig, já, það nú lítið mál fyrir mig núna því að ég hef mikil ítök í lögreglunni. Og tilvitnun í orð Ársæls lýkur. Eins og ég sagði hér áðan, að þá erfitt ef ekki útilokað að komast að annarri niðurstöðu, en að baki þessari ákvörðunar ráðherra að víkja Ársæli í raun úr starfi sé hefndaraðgerð gagnvart farsælum skólastjóra, misnotkun á pólitísku valdi til að koma þeim frá sem eru ráðherra og félögum hans í flokki fólksins ekki þóknanlegur. En Kristrún Frostadóttir, forsætisráðherra, varði hins vegar ráðherra flokks fólksins. Í óundirbúnum fyrirspurnum 4. desember síðastliðinn sagði forsætisráðherra meðal annars. Ég ætla ekkert að tjá mig sérstaklega hvort að það sé rugl í gangi í menntamálaráðuneytinu. Ég ber fullt traust til hæstvirts mennta- og barnamálaráðuneytisins og ráðherra, en á aftur, ég ætla ekki að draga í efa eða fara að segja umræddum aðila hvernig viðkomandi eigi að líða með þessar fréttir. Það sem ég veit einfaldlega að þessi ákvörðun tekin á faglegum forsendum. Það vert að vekja athygli á því að yfirlýsing forsætisráðherra afdráttarlaus. Þegar hún segir, það sem ég veit einfaldlega að þessi ákvörðun tekin á faglegum forsendum. Þessi ákvörðun tekin á faglegum forsendum. Það greinlegt ekkert sem fram hefur komið og ekkert í aðdraganda málsins gefur forsætisráðherra tilefni til þess að óska frekari skýringar hjá mennta- og barnamálaráðherra og eftir atvikum félagsmálaráðherra. Allt faglegt, allt í sóma. Með þessari yfirlýsingu hefur Kristrún tekið það ákvörðun að taka ábyrgð á stjórnsýslu mennta- og barnamálaráðherra og kannski á hún ekki annan kost. Hún getur ekki styrkt vini sína í flokki fólksins. Líf ríkisstjórnarinnar í húfi. Að þessu leyti heldur flokkur fólksins ríkisstjórn Kristrúnar í gíslingu. Diljá Mist Einarsdóttir, þingmaður Sjálfstæðisflokksins, spurði forsætisráðherra sama dag ábyrgð forsætisráðherra í ríkisstjórn. Við skulum hlusta aðeins á orðaskiptin, fyrst Diljá, svo Kristrún, svo Diljá í annað sinn og lokum Kristrún. Virðulegi forseti, hvað eiga Kína, Tyrkland og Ísland sameiginlegt? Í fjölmörgum löndum sem við berum okkur ógjarnan saman við nota stjórnmálamenn völd sín og áhrif með óæskilegum hætti, meðal annars til að hafa áhrif á fjölmiðla og störf embættismanna. Með áhrifum á fjölmiðla dregið úr frelsi þeirra og gagnrýni á stjórnvöld sem þó eitt mikilvægasta hlutverk fjölmiðla. Í slíkum löndum reyna stjórnmálamenn að stýra fréttaflutningi og opinberri umræðu.
Í sömu löndum eru skoðanir og gagnrýni opinberra starfsmanna ekki liðnar og pólitískar hreinsanir algengar. Ráðherrar í ríkisstjórn Íslands eru æðstu valdhafar framkvæmdarvaldsins og þeir sitja í okkar skjóli. Hæstv. Forsætisráðherra er verkstjóri ríkisstjórnarinnar og aðrir ráðherrar sitja í hennar skjóli. Ábyrgð hennar er mikil. Hæstv. Forsætisráðherra veit auðvitað upp á hár hvert ég er að fara með þessari fyrirspurn. Hún fylgdist með því og aðhafðist ekkert þegar stjórnarliðar kröfðust lækkunar á fjölmiðlastyrkjum til fjölmiðla sem þeir töldu halla á sig. Formaður Blaðamannafélagsins og raunar hæstv. Ráðherra málaflokksins mótmæltu slíku orðfæri, en niðurstaðan varð engu að síður sú að óþekki fjölmiðillinn fékk á baukinn frá ríkisstjórninni. Ég ætla ekki að eyða löngum tíma í aðkomu hæstv. Ráðherra að stóra strigaskúga málinu, en skólastjórinn sem þar kom við sögu hefur nú verið sparkað af fyrrum varaformanni Samfylkingar. Og hver skyldi hafa fyrirskipað það? Einn reynslumesti skólameistari landsins sem hefur reyndar líka verið gagnrýninn á stjórnvöld. Mig langar því að spyrja hæstv. Ráðherra, og voni ég sjá ekki undir hælan á henni hér aftur, að því hversu langt hennar ríkisstjórn muni ganga fram með viðlíka hætti og ég hef lýst og er hér ekki sæmandi fyrir lýðræðisríki. Og fyrst hún svaraði ekki hv. þingmanni Ólafi Adolfssyni hér áðan, hafa siðareglur ráðherra ekki verið brotnar að mati hæstv. Ráðherra, já eða nei, og þar getur hæstv. Ráðherra ekki skorast undan því að vera dómari í því máli. Frú forseti, hér erum við að ræða sem er bara gott að blessa hvort það sé eðlilegt að auglýsa opinberar stöður þegar það losna. Sú ákvörðun var tekin á faglegum forsendum. Hún var rökstudd með þeim hætti að það er verið að ráðast í kerfisbreytingar innan framhaldsskólakerfisins sem að felur í sér aðeins breyttar áherslur í umræddu starfi, sem gerir það verkum að það þótti eðlilegra að auglýsa þetta starf. Viðkomandi aðili var frjálst, hæfur til að sækja það starf. Þetta er það sem við erum að ræða Varðandi styrki til fjölmiðla, þetta er einn af þessum hlutum sem að annaðhvort fólk er hrifið af eða ekki hrifið af, jafnvel ef það er ekki hrifið af því þá er það samt með skoðanir á því hvernig á að úthluta þeim peningum. Í lok dags er þetta allt saman mannanna verk. Þetta er ekki eitthvað sem hefur verið til staðar hér alla tíð. Það var tekin ákvörðun það að hafa tímabundnar styrki til fjölmiðla. Sú ákvörðun nákvæmlega hvernig sú skipting skapaðist, hún var líka bara tekin af mönnum, af fólki á einhverjum forsendum og það lá aldrei fyrir að sú skipting ætti alltaf að vera með þeim hætti. Hún gerði það meðal annars að verkum að nokkrir stóri fjölmiðlar hafi gegnum tíðina fengið ákveðna upphæð og margir minni fjölmiðlar fengu lægri upphæð. Það snýst málið. Það hefur verið rökstutt vel. Við erum reyndar á þeirri skoðun að það þurfi að endurskoða þetta styrkjakerfi. Við komum því ekki á. Við erum að gera breytingar meðal annars á stöðu RÚV sem lengi hefur verið talað er nú loksins verið að gera, og í því samhengi verður líka rætt stöðu einkarekinna fjölmiðla og eflaust þá rætt hvernig þeim peningum verður útdeilt, og það er bara gott og blessað. Virðulegi forseti, ég þakka hæstv. Forsætisráðherra svarið og í raun fyrir að sitja undir spurningum sem hún hefur ekki valið sjálf. Ég er náttúrulega í forréttanda stöðu umfram fjölmiðla sem fá bara að bera fram spurningar sem henta hæstv. Ráðherra. En af því að hæstv. Ráðherra vísar hér í kerfisbreytingar og faglega forsendur, við í Sjálfstæðisflokknum, við munum auðvitað fá úr því skori hér með formlegum hætti hvaða skólameistarar hafa fengið endurnýjun. Og ég óska eftir því að hæstv. Ráðherra svari því, fyrst að hún fullyrðir það að hér sé faglega forsendur að ræða, hvaða faglegu forsendur það séu. Hversu margir eru þessari sömu stöðu, hversu margar stöður verða auglýstar, því að hún gaf það í skyn og fullyrti það í raun og veru faglega forsendur var að ræða. Og mig langar bara að spyrja að lokum, hvort hæstv. Ráðherra ætli raunverulega að skrifa sig svona í sögubækurnar. Fjölmiðlar eru markvisst veiktir, stjórnarráðsvefurinn misnotaður í pólitískum tilgangi fyrir flokk fólksins og þaggað niður í pólitískum andstæðingum. Ríkisstjórnar hæstv. Forsætisráðherra verður minnst fyrir að grafa undan lýðræðinu og grafa undan trausti til stjórnvalda. Frú
forseti. Ég er ekki með þær upplýsingar á reiðum höndum hversu margir verða í þessari stöðu. En ég get ekki ímyndað mér annað en að mennta- og barnamálaráðuneytið sé fúst til þess að veita slíkar upplýsingar og til þess að veita upplýsingar þær faglegu forsendur sem að ég er hér að vitna í, og ég hef upplýsingar að þetta tengist breytingum sem sér stað á framhaldsskólakerfinu og þess vegna sé verið að auglýsa umrædda stöðu. Hvað var það stöðu fjölmiðla? Og ekki bara aftur athygla því. Þetta er kerfi sem hefur ekki verið við lýði í langan tíma. Það var meitlað með ákveðnum hætti, það var ekki í stein. Við getum alveg rökrætt stöðu og fjármagn til einstakra fjölmiðla. Það verður áfram gert. En það er ekkert meira það að ræða en bara breyttar áherslur þegar kemur að nýtingu þessa fjármagns. Það er engin í áskrift af þessu fjármagni. Við tökum pólitíska ákvörðun það inn í þessu sal. Eitthvað hætti því er dreift og þetta hefur verið gert á faglegum forsendum. Og fjölmiðlaráðherra hefur boðað frekari breytingar á kerfinu sem ég hygg að séu til góðs. Það er vert að vekja sérstaka athygli á að Kristrún Frostadóttir, forsætisráðherra, svaraði í engu fyrirspurn Diljár hvort siðareglur ráðherra kunni að hafi verið brotnar og raunar hafði Ólafur Adolfsson, þingflokksformaður Sjálfstæðisflokksins, óskað einnig svara og varð ekki ágengt. Og öllum sem hlustuðu á svar Kristrúnar má vera ljóst að henni þykir óþægilegt að vera krafin svara við því að fjölmiðlum sé hótað og í framhaldi séu opinberi styrkir til þeirra skornir niður. Það má bæði hafa nokkra samúð með forsætisráðherra sem ítrekað kemst í þá stöðu að þurfa að verja verk ráðherra sem misbeita valdi sínu, virðast ekki hafa burði til að gegna ráðherraembættum sem sæmilegur sómi er að. En spurningin er hversu lengi forsætisráðherra ætlar að sætta sig við framgöngu á þessu tagi til þess eins að tryggja líf ríkisstjórnarinnar og eigin stól í forsætisráðuneytinu. Og kannski eru þolmörkin óendanleg þegar að kemur að því að halda ráðherra stólunum. En það er vissulega nöturlegt hlutskipti fyrir Samfylkinguna og Viðreisn, fyrir Kristrúnu og Þorgerði Katrínu Gunnarsdóttur að verða orðnir pólitískir gíslar Ingu Sælands og Flokk fólksins. Skilaboðin sem ríkisstjórn Kristrúnar Frostadóttur hefur sent til allra forstöðumanna ríkisstofnana og raunar ríkisstarfsmanna almennt eru skýr. Verið hlýðin, ekki sjálfstæð. Verið meðvirk en ekki gagnrýnin. Annars verður ykkur ýtt út dyrnar. Skilaboð mennta- og barnamálaráðherra til framhaldsskóla, starfsmanna og kennara og nemenda og foreldra þeirra eru einföld. Við uppbyggingu framhaldsskólana ræður hvorki fagmennska né árangur. Pólitískir hagsmunir flokks fólksins og persónleg óvild eru við stýrið. Ég þakka þeim sem hlýddu, eigi góðar stundir.